Verið velkomin, við erum hérna á vettvangi og við erum stödd á Sólheimum. Hér búa yfir 100 manns og hafa mjög mikið að gera í ýmsu. Hér rekin verslun, hér eru listasýningar, hér bakari, matvælaframleiðsla og skógrækt. En það sem fáir vita að hér rekin öflugur fjölmiðl, útvarp Sólheimar, eða UPS. Og við ætlum að kíkja hérna í útsendingu. Komið með mér. Jæja, komið sæl og blessuð. Sæl. Og takk fyrir að bjóða mér heimsó. Takk, sæðis. Útvarp Sólheima. Já. Og UPS. Já. Já. Heyrðu, hérna Pétur Thomsen, ljósmyndari og allt múli maður myndi ég segja, en greinilega líka kannski útvarpsstjóri eða? Já, ég fæ yfir útvarpsstjóri annars leið, já. Og hér dagskrárgerðar fólkið þitt. Já. Og þú heitir Gunnar, en þú kallaður séra Gunnar. Já. Hvers vegna það? Ég þjóna orðið Guðs alveg út eitt og ég með minna búin að vera innan kirkjuna á Íslandi Það ekkert greitt okkur. og ég búin að vera að fylgja fólki sem hafa verið að gefa Guð sitt í líf Heyrist ekki. Og þú flytur svona erindi Já. í útvarpinu? Já. Boðar fagnaðar erindi? Jú, heyrst ég. Og hér hann Gústi, eða ég kalla hann Gústa. Jú. Komdu sæll og blessaður. Góðan sæl. Þú ert einn af dagskrárgerðarmönnum í útvarpi Sólheimum. Nei, ekki beint, en ég var kemingað í heimsótti. Kemur í heimsókn. Hann þetta með mér. Og ég veit að þú ert mjög fróður til dæmis ættarsögu fólks og fleira. Þannig að þú ert kannski Mjög mikið rétt, jú. sérfræðingur. Jú. Hann er fræðingur. Sérfræðingur, já, ættfræðingur. Heyrðu, hér María. Já, komdu blessa og sæl Sæl og blessuð. og velkomin til okkar. Takk Rosalega fyrir. gaman að fá ykkur hingað. Já, það Alveg ekki meiri gaman háttar. kominga. Ha, En þið eru svo flottur fjölmiðl. Nei. Þið eru svo flottur fjölmiðl. Hvað talið Já, þið mest takk fyrir það. Hvað finnst ykkur mest skemmtilegt að fjalla um? Ha, Hvað finnst ykkur gaman að fjalla um hér í útvarpi? bara ýmislega spjalla við hlustendur. Fólk hringir inn, býður óskalög og bara sendi vinum kveðjur og hérna, já, þetta bara svo sendum við stundum bara kveðjur hérna við í útvarpinu, sendum við bæði á vinnustæðina og svona til fólksins á vinnustöðinni og þau hringja stundum hingað Já, eða oftast nær held ég já, það nú gaman að því. já, þetta alveg meira háttar sko og hérna, já, þetta en ef ég má segja pínlítið frá mér sjálfur Já, ég hérna var hjá Tíma Sessilju hérna já, þú nefnilega já, ert ekki 50 eins og ég hélt. Nei. Segðu okkur hvað var hverður. ég hérna skal ég segja Það var einhver yngingarmiðali, ekki satt? ha, Þú ert á einhver yngingarmiðali. já, Já. verið að fatt hérna ég hérna kom hérna 62 var til 77 þá fór ég til Svíþjóðar var að passa þar hjá íslenskum hjónum en svo kem ég aftur hérna 97 og hér á ég bara heima
Já. Ég var nú þeirri mikilli sorg að missa mannin minn 2016 og við vorum svona að prófa alltaf að fara að leita annar staðar, prófa bara að búa annar staðar, en sem betur varð ekki úr því. Hér hefur verið Já, og hér ætla ég að vera. Ég er í formað íþróttafélagsins okkar, það heiti Gnýr, og við erum að æfa botsja, við erum að leika og það er allt í gangi. Og ég var nú spurð að því eftir að allt var yfirgengi búið Jarsingju og allt, hvort að ég ætla að fara hérðan. Svo ég segi nei, ég hef búin að skipta skoðun. Ég ætla að vera bara hér á Sólheima, hér eru allir mínir vinir, ég veit ekki hvernig við liðið að ég vera annar staðar. Hér eru allir mínir vinir og allir mínir félagskapur í leikritum og allir, og hér ætla ég vera, eins og ég saði við hana þanga til yfirlíkur. Hér eru allir mínir vinir og þetta er mín bara stóra fjölskylda. Og þú ert sem sagt ekki 50, heldur ertu að verða þú ert að verða áttræðið eða hvað, sagður? Já, ég verð það á næsta ári. Já. En það er voðalega margi þess að skríti, sko, það trúi mér ekki, nei, það getur ekki verið. Þú eða? Já, ég verð það á næsta ári og 22. september. Já. Og það er ekki leiðum að líkjast að Raggi heiti Bjarni átt afmæli saman dag og ég. Já. En Leifur, segðu mér, hvað er uppáhaldsslagið? Hvað er allir að biðja í óskalögunum? Uppáhaldsslagið mitt er Daðafreyr. Hvað segirðu, er það? Daðafreyr. Með Daðafreyr. Já. Og er mikið beðið Daða? Já. En bara þegar ég er. Og hefur þú gaman af tónlist og svona þessum hluta dagskrárgerðarinnar? Og svo erum við hérna með hann Ármann. Ég hef ofta lust á einhverja lög í gegnum sjónvarpið mitt. Með tónlist, bílana og fleiri fólk að spila inn í sjónvarpið mín og ég get stillið með lög. En Ármann, þú ert svo eini sem ég veit sem hefur verið í útvarpinu brotinn. Já. Þú mætti fótbrotinn í útsendingu. Ég ætlar að fara í útvarpið. Svo vissi ég ekki ég fóð upp á spítala, taka myndir brotnaði. Já. Nú komið lag. Og útvarpsstjórinn, hann hefur bara látið þetta ganga upp. Já, hann var ekkert að kvenka sér neitt mikið og satt heila útsendingu með brotinn fót. Já. Þannig að þetta er alvöru, sko. Já, algjörlega. Já. Og svo getur tónsinn og hann hund sinni þetta Grímur. Já. Og hann kann að renna sinni rennabraut. Já, það er rétt. Í alvöru? Já. Bjarga mér. Grímur Thomsen heitir hann. Já, sjálfsög. En ekki hvað. En hvað hafið þið verið lengi í starfsemi, útvarp Sólheimar og þið verðið að segja mér af hverju þátturinn heitir Úps? Já, sko, við byrjum 2016 og við verum 5 ára í október. Og það er reyndar, það byrja ég og Úlla og Natti hætt eða þau þrý. Ég veit ekki, kannski hann hættir ekki, en Úlfildur er flutt inn í Dustu og ég er elsti en fyrir utan hana. Elsti svona dagskrárgerðarmaður? Já. Með mestu reynslu? Já. Einmitt, reynslan skiptir miklu máli í þessu starfi. Já, hann gerir það. Við bara fórum á stað í október 2016 og stöðun okkar útvarpsstöðin heitir Úps, útvarp Sólheima sem styttist í Úps. Og svo er upphrópunarmerki fyrir allt annað. Og upphrópunarmerki til að gera þetta skemmtilega, já. Og við gerum þetta náttúrulega með okkar nefi, sko. Og erum með, stærsti þátturinn okkar er óskalag þáttur Úps, sem er á föstudögum í beinni útsendingu. Það var mikið hringt. Það er í samkeppni við RÚV. Það er engin samkeppni. Það er engin samkeppni, ég held að það sé alveg með markaðinn. Já, það er engar ágjörð því, sko. Já. Ég fæði að syngja í útvarpið. Færð þú að syngja? Já. Og hefur þú sungið hér í útsendingu? Já. Hvað þá? Hann er bara með mér. Já. Ég hef nú svolítið gaman að því þegar útvarpsfólki sjálft syngur bara. Það er hægt að redda sér því líka. Já, það er Maja til dæmis með 2 föst lög sem hún syngur eiginlega næstu hver útsendingu. Þannig að þetta er svona líka
ákveðin listsköpun sem er í gangi líka? Á ég kannski að syngja að 2 lög fyrir þau? Já, þú getur gert það. Ég skal alveg. Endilega. Ekki að byrja bara á einhverju. Ég ekki bara byrja á, sko, það eru blómalögin, Liljan og Rósin, sem að Og vindurspil og allt. Já, hún syngur þetta með honum Páli Rósinkrans. Já. Ég leit eina lilju í holti, hún lifði hjá steinum á mel. Svo blíð og svo björt og svo auðmjúk, en blettin sem prýddi hún vel. Ég veit það úti enginn, mörg önnur sem glitrar og skín. Ég þræt ekki litinn ég ljóman, en liljan í holtinu mín. Þessi lilja mín lifandi trú, þessi lilja mín lifandi trú. Hún ljós mitt og von mín og vindur, þessi lilja mín lifandi trú. Þannig að það eru lifandi atriði líka og svona ýmislegt. Er vinniði með svona eitthvað svona fyrirfram ákveð? Þú veist, það er náttúrulega óskalega þátturinn. Já, sko. En leyfið þið svona hlutunum að gerast líka? Eigum við að taka Rósina líka? Já, kannski á eftir bara, Maja. Já, ok. Ég verð að finna hana hans. Já. Sko það er bara þannig hérna á Sólum, ég bara verið undrandi yfir einstaklingum hérna, ég þekki einstakling hérna sem býr hérna á Sólum, hann er óbúinlega mikil tenorsöngvari, þannig að þú ekki að koma fram. Ég er aðeins að sparka í resnán með þetta, það var að gera eitthvað með þetta. Já. Hann hefur náttúrulega komið til okkar, Ingólfur, hann er mikil tenor. En það kemur oft fólk til okkar, tölum við fólk í gegnum síma mikið, og svo kemur oft fólk til okkar bara í beinútsendingu og það mætir fólk með gítar og syngur og við fengum með svona Færeyinga sem tóku lag og bara fólk sem býr hérna á Sólumum sem kemur og líka þú veist kannski til að syngja eða koma einhver skilaboð og við erum með þess þáttinn svona uppið þannig að það eru svona fastir punktar og svo er opið fyrir alls konar vitleysu. Opið fyrir alls konar vitleysu, það hljómar alveg ótrúlega vel. Hafið þið hugsað ykkur að víkka eitthvað út fjölmiðla starfsemina í meiri útgáfu? Til að gefa út bækur eða dagblöð eða eitthvað slíkt? Við endum alltaf í sjónvarpið, sko. Er það ekki? Jú. Sjónvarpið? Já. Ef þú selur gamla bílinn, þá gerur við það. Okay. Þá þarfst að selja bílinn? Já, svo segir Leifur, ég veit það ekki. Ekki hvítarbílinn, þetta er stóra bílinn. Já, og svo er eitt hérna sem hann er ekki með okkur hérna núna, en hann Kristján Atli, hann er með svona, það heitir atburðarás Kristjáns Atla. Þá fer hann yfir svona þá hluti sem hefur gerst þennan daginn. Já. Og afmæli og svo leiðis. Já, bara svona alls konar. Já, svona, þú veist, það er bara einhverjir eru biskupar og einhverjir eru þetta og þessi svona áhugaverðar staðreyndir sem tengjast steinum. Já. Akkurat. Hann er með það einslega alltaf hjá okkur. Og svo er séra Gunnar með hugveiki. Já.
Hvað svona leggur upp úr þegar þú ert með hugveiki? Það er bara það sem að ég bara finna, já að fara með og ég bara kem því bara fram mér. Já, þú ert með bænabók? Já, það er nýmur henni sem að ég finn svona, já, nota til fólks. Já. Það eru líka margir í dag, sko, ef við fyrir að horfa á raunveruleikanum, hvernig samfélag okkar stætt. Að, sko, við horfum á það því miður að alltaf mikið sjálfsvíg á Íslandi. Af hverju eru þetta sjálfsvíg? Sko, ég er bara að skoða þessi mál, ég er líka tengdur Píetarssamtökunum, ég tala við foreldra, og þau hafa viðurkennt að það sem er alvarlegast í öll í þeim málum er börnin fá ekki að heyra sannleikann. Já. Sannleikurinn er haldinn í burtu frá börnum. Börn er kallið slysabörn, mistök, þau eru lyklabörn. Þetta er ekki það samfélag sem við viljum lifa í. Þú vilt meiri ást? Við Og eigum meiri sannleika? Börnin eiga að fá að heyra sannleikann snemma. Já, þetta er það sem maður heyrir oft, að það sé bara gott að tengja sig við raunveruleikann. Og það sé bara gott fyrir alla. Já. En þá heyrið þið það, Pétur þarf að selja bílinn sinn, svo að útvarp Sólheimar verði sjónvarp Sólheimar. Já. Bara takk fyrir.